Verið velkomin í Hljómahöll, þar sem fullkomin aðstaða fyrir árshátíðir, veislur, ráðstefnur og viðburði af öllum stærðum og gerðum. Við þjónustum þinn viðburð frá A til Ö. Nánari upplýsingar á hljómahöll.is. Sæl og verið velkomin með okkur í Suðurnesja magasín okkar á Víkurfréttum. Við verðum svo litið mikið á rúndinum í þessum þætti og hittum Ævar Ingólfsson, bílasala á Suðurnesjum til rúmlega 30 ára. Förum að yfir stöðuna og tökum rúndin með kallinum. En við förum líka til Sandgerðis í þekkingarsetur Suðurnesja og ræðum við forstöðukonuna Hönnu Maríu Kristjánsdóttur. Hittum þar líka tónlistarfólk sem var að halda tónleika í Garðskaga vita. Komið með okkur á rúndin í Suðurnesja magasíni. Toyota að leggja ofuráherslu á hybrid og Toyota byrjaði að framleiða hybridbíla 1998 eða 9 þegar Priusun kom á markaðinn og síðan hefur bara verið stöðu aukningur í hybrid-tekninni á Toyota. Og þessi bíl sem við erum að keyra núna er Toyota RAV4 Hybrid og þetta er bíl sem er með 222 hestafla vél á þessu dæmi og eyðslan er gefin upp ykkur rúmi 5 en raun eyðslan hérna á Íslandi er svona kannski 5,5 til 6 lítar eitthvað svoleiðis sem er mjög gott fyrir þetta stóra bíl. Þannig að sko svo annað líka að mengun bíla hefur minnkað svo rosalega mikið. Bara sem dæmi að kannski 20 ára gamall díseljeppi hann mengar eins og 59 díseljeppar í dag. Þróun er svo mikil hjá bílaframleiðendum í þessu umhverfis sjónarmiðum í rauninni. Þannig að jú, það er mjög gott mál að það sé verið að keyra á þessa rafmagnsbíla og við munum fylgja því líka, Toyota mun koma með rafmagnsbíla líka. En þeir vilja meina að árið 2030, eftir þessi 11 ára eitthvað svoleiðis, að þá verið framleiðsla Toyota svona 20% rafmagnsbílar og 65% hybridbílar. Þannig að þeir vilja meina að ef ætti að rafmagnsbílavæða Evrópu alla, þá þarf að byggja 27 kjarnorkuver í Evrópu til þess að framleiða rafmagn. Við höfum nóga rafmagni hér, það er ekki spurning um það, en þetta bara mun koma hægt og rólega og sem er alltaf bara mjög gott mál. En þetta er samt svolítið hægt, eða ekki? Eða samt ekki, þetta er svona kannski rúmur áratugur sem þú ert að tala að við erum ekkert að fara að sjá árið 2030 helminga öllum bílum bara rafmagns. Ég hef ekki trú á því, nei. En samt sem áður þá er óbærslega þróun hjá bílaframleiðendum í að minnka útblástur. Það er bara þannig. Og ég hef trú á því árið 2030 þó að verði einhverjir dísilbílar til og bensínbílar, þeir hugsanlega menga bara ekki neitt. Þannig að þróunin er svo mikil hjá bílaframleiðendum þó verður ekki endilega bara rafmagnsbílar, að þá verða vetnið, metanið og ýmislegt. Þannig að þróunin er mjög mikil hjá bílaframleiðendum, það er engin spurning um það. En hvernig þegar fólk kemur á bílasölu til þín í dag, hvernig er það? Er það að spyrja mikið rafmagn? Já. Kaupendur? Já. Það er töluvert það hefur aukist mjög mikið, þannig að það er svona vitundarvakning í þessu öllu saman. Og ég veit nokkra mjög góða viðskiptavini okkar sem hreinlega að bíða eftir að við komum með rafmagnsbíla. En svona eins og staðan í dag þá er rafmagnsbíll í rauninni bara annar bíll á heimili vegna þess að innviðirnir náttúrulega er ekki nægilega góðir. Það er bara þannig. Tekur langan tíma að hlaða þetta? Já. En engin spurning, mjög góður kostur sem annar bíll á heimili og sérstaklega kannski í borgaræst, eins og Reykjavík sem dæmi. Það er þetta bara frábært. En eins og staðan í dag þá sé ég ekki alveg fyrir mér að rafmagnsbíll sé rauninni nóg sem bara einkabíllinn á heimilinu. Hvernig stóð því að þú varst bílasali? Þetta er mjög góð spurning. Ég er lærður símsmiður heitir þetta, eða hét þetta. Það heitir vist eitthvað annað í dag. Var að vinna hjá Símanum upp á Velli. Ég er hjá Símanum íslenska, eða ríkinu. Ég var að vinna fyrir varnarliðið. Þegar við vorum leigðir þarna uppi til. Og var á svona tímamótum.
ég var ekki að vinna í sjónvarpsköppunum fyrir það og svoleiðis. Og herinn ætlaði að fara að yfirtaka rekstur, þannig ég hefði þurft að fara að vinna hjá hernum reyni. Og svo var ég að lesa víkufréttir náttúrulega. Þær voru komnar út á víkufréttir, ég lesa allir víkufréttir. Og það var auglýst eftir sumarstarfsmanni á bílasölu Brynleifs sem hann hét, eða varu hét, á Vatnsnesveginum. Og það svona alltaf verið svona aðeins bíladell í mér, það nú bara þannig. Og ég fór til gamla og Brynleifs? Til Brynleifs, já. Brynleifs Jóhannessonar sem að rauninni átti bílasölu Brynleifs og var nýbúinn að fá Toyota umboðið árið áður, árið 1985, það var ruglaði þessi stunum. Og ég sótti sem sumarstarfsmaður og ég fór ekkert aftur. Þannig ég var greinilega að standa með eitthvað vel og ég var að fíla mig bara vel í þessu jobbi. Þannig ég vann hjá Brynleifi heitnum, hann dó nú fyrir nokkra mánuða síðan. Vann hjá honum á bílasölu Brynleifs og með þá Toyota umboðið til 96 en þá kaup ég fyrirtækið af honum. Og fer út í það byggja út á Fitjum þar sem við erum til húsa í dag. Og þar opnuðum við 5. janúar 1998 klukkan 9. Já. Þannig að við erum búin að vera þarna síðan í 21 ár, eða 22 ár tæp. En þetta hefur aðeins margt breyst náttúrulega sko. Já, það er einmitt eiginlega svona næsta spurning. Hvað hefur bílasala breyst mikið á öllum þessum árum, rúmum 30 árum? Já, það er eiginlega gífurlega mikið. Já. Það er svona kannski, við vorum ekki með tölvu einu sinni þegar ég byrjaði þarna. En nú komum kannski stuttu seinna. Þá voru menn að skrá bílana sína til sölu á svona lítið spjöld og svo var þetta svona sett eftir stafrófsröð svona upp á vegg. Það er kannski margir sem muna eftir því. Byrjaði í A og endaði náttúrulega í Ö, kannski hét engin bíl eitthvað Ö, ef þú skilur hvað ég við. Já. Þannig að menn settust niður og tóku spjöldin, kannski þeim langaði kannski Toyota eitthvað, það fóru í tíð og flettu í spjaldinu eftir Toyota og réttu svo okkur sölumönnunum spjaldið og þeim langaði að kíkja á þennan sko. Þannig að þá fórum við að staðarinn að hringja eiganda bílsins og það náttúrulega var bara heimasími eða vinnusími, það var ekki GSM-sími. Þannig að það þýddi eiginlega aldrei að hringja, ef þetta var vinnandi fólk, þá þýddi aldrei að hringja í heimasíman nema í hádeginu eða eftir klukkan 5 eða 6. Eða vinnusíman og þá var hugsanlega hringt tilbaka í kaffitíma. Þannig að þetta er svona stóra breytingin. Í dag náttúrulega eru allir með GSM-síma, allavega allir þeir sem eru með bílpróf og eru að selja bílinn sinni eða eitthvað. Þannig að maður nær alltaf í einstaklingin í dag. Þetta var stór mál áður. Þannig að það er náttúrulega aðalega kannski það að samskiptin hafa breyst. Já. Og svona, hvernig þetta gerist. Já. Svo bara öryggið, sjá veðbönd og annað slíkt á bílum og feril bíla. Skilur sem er mjög mikið atriði allan eigandaferilin. Við förum bara í tölvuna að sjá eigandaferilin og hvort að viðkomandi bíl hefur tjónu allavega og getur sýnt fólki bara nákvæmlega fram á feril bílsins. Þetta var svolítið vandamál hérna áður fyrr. Þannig að það er náttúrulega, þetta var svo náttúrulega bílalán, það voru engin bílalán í gangi þá. Ég man að menn voru að selja bíla kannski á víxlum. Já. Skuldabréfum kannski? Og skuldabréfum, já. Menn hringdu kannski og spurðu þetta á þennan á bréfi. Já. Það var óvinsætt sko. Það var þennan á bréfi. Og þá var kannski að menn að lána kannski 1 ár eða 2 ár eða eitthvað. En þá, þetta var svona 86 sem ég man eftir vöxtum sem ég var að útbúa þá skuldabréf. Svo þá var einhver að kaupa bíl á bréfi. Og þá var hringt bara í bankana að þú veit að viðkomandi væri okkur vanskilaskrá eða eitthvað svoleiðis og ef ekki þá gengur viðskiptið í gegn. Og þá voru vextir upp í 33 eða 4%. Þannig að það er gífurlegur munur það líka. Að þó að vaxtastig á Íslandi sé mjög hátt, þá er það mjög lágt miðað við hvernig það hefur verið í gegnum tíðina. Þannig að það er bara þannig. Er auðveldara fyrir fólk í dag að kaupa sér bíl heldur en árið 1985? Já, það er ekki spurning. Vegna þess að þessi bílalán voru ekki til staðar þá. Þá þurftu menn kannski að fara í bankann og taka bankalán eitthvað svoleiðis. Sem var erfiðara. Já, þú baðst 1.000.000 og þeir buðu bara 500 sko, því að hvað ætlar að gera með þessa 1.000.000 skil? Keyptir þér bara ódýrari bíl skil? Já. En í dag ræður þessu bara sjálfur og þetta er bara sótt í gegnum tölvuna og svo bara komið svar nokkur mínútur síðar sko. Já.
Í dag eru lánafyrirtækin langflest að lána max 80% og það bara fínt. Menn þurfa yfirleitt ekkert meina það. Og það hefur breyst líka svolítið þannig að fyrir hrun þá voru kannski 80% þeirra sem voru að kaupa sér bíl voru að taka einhverja fjármögnun. En í dag eru hugsanlega kannski 40–45% þeirra sem voru að kaupa sér bíl, hvort sem eru notaður eða nýr, sem að taka einhverja fjármögnun. Þannig að fólk að nota peningarna sína og það alveg greinilegt að mjög margir sem eiga pening og að nota þenni í bíl, sem náttúrulega mjög gott mál, en ekki í eitthvað peningabrask hugsanlega eins og var hérna áður fyrir. Nú voru komin lán til 7 ára, sem allt í lagi. Í mínum huga mætti þess að fara með til 10 ár, vegna þess að bílar eru framleiddir í dag til að endast miklu meira en þeir gerðu. Þú sér bíla ekkert hverf og riði í dag á 5 árum eða 7 árum eitthvað svoleiðis. Eins og Toyota með 12 ára riðvættanábyrgð, bara sem dæmi. Þannig að bílar endast miklu lengur en þeir gerðu, þess vegna alltaf að hafa einhverja fjármögnun á þessu. En jú, það er rétt, þetta er næststærsta fjárfesting sem að fólk fer í. Það er engum blöðum með það að fletta. Þess vegna erum við að gera vandavalið. Alveg minn. Velja Toyota. Nákvæmlega. Akkúrat. Hvernig finnst þér svona viðhorf fólks til bíla? Finnst þér það hafa breyst? Vill fólk kaupa sparnirnar bíla, minni bíla, eða einhverju sem að vilja bara alltaf eiga jeppa eða fjórhjóladrifin eða einhver stefna í þessu? Finnst þér svona? Við náttúrulega óbúslega marga trygga kúnna, sérstaklega eins og í Land Cruiser og Hilux og svona bílum. Jú, auðvitað náttúrulega er fólki að fara að færa sig meira og spyrja meira eyðslugræna bíla eins og hybrid og umhverfisvæna. Það er engin spurning það. Fólk mjög meðvitað það. Fólk mjög meðvitað það og eyðslu og annað slíkt. Og þannig að það skiptir verulegu máli og eins bara með eins og þessu stóru bíl eins og Land Cruiser jeppa. Þetta eyðir honum 7 lítra á beinni keyrslu náttúrulega og þetta bara rétt. Þeir eru að eyða svo miklu minna og menga miklu minna heldur þeir gerðu allir bílar. Vélarnar orðnar miklu háþróaðari. Já, þróun bara mikil í þessu. Það er bara svoleiðis. Svo alltaf eins og vorum að tala áðan endingu bíla. Bara sem dæmi þá er Toyota í dag með 7 ára ábyrgð eða 200.000 km akstur. Það er ekkert mjög mörg ár síðan að það hefði enginn keypt bíl sem var kerinn 150 og spáð 200.000 km. Í dag eru þeir í ábyrgð yfir 200.000 km. Þannig að þetta segir svo mikið bara áreiðanleika bíla í dag. Ertu á leiðinni út? Það alltaf ódýrara að bóka bílastæði við Keflavíkurflugvöll fyrirfram á kefairport.is. Einfaldaðu lífið, tryggðu þér stæðið og borgaðu minna í leiðinni. Við rúndin í Keflavík á Hafnargötunni, allavega svona eldri Suðurnesjamenn. Hvað segir Ævar það? Og hann með bíladöll? Það ekki sérstaklega margir svona ungir menn og konur með eitthvað sérstaklega mikinn bílaáhuga. Manstu hvernig þetta var hérna í gamla daga. Við vorum afþreyingin var á rúndurinn Hafnargatan upp og niður og fram og tilbaka 20 sinnum á kvöldi eitthvað svoleiðis. Og þá var aðeins svolítið keppni í gangi að hafa bílana svona flotta og svoleiðis. Þannig að þetta bara liðin tíð. Unga fólkið hefur ekkert þennan bílaáhuga ekki að nærri eins miklu leyti eins og við höfðum á sínum tíma. Þannig að þetta hefur breyst gífurlega. Ég reyndar hef ekki farið á rúndun Hafnargötunni mjög lengi. Þannig ég held að sé alla til. En þetta hefur breyst mjög mikið. En auðvitað til ungt fólk í dag með mikið bílaáhuga. Það var nú bara eins og strákana mína. Alveg á hvolfi í þessu bílasporti, Ert þú ennþá með mikla bíladöll? Nei. En ég hef óbærslega gaman að því að, ef ég fyrir útlandi eitthvað svoleiðis, þá ég ekkert að glápætla á byggingarnar. Ég að horfa á bíla. Mér finnst ofsalega gaman að skoða flotta bíla. Það engin spurning það. Og gamla bíla og nýja bíla og allt saman.
En bíla áhuginn slíkur hefur minnkað, ég verð nú að viðurkenna það. En ég horfi á fallega bíla, það er bara sama hvað heita, það er bara svoleiðis. En ekkert sens að nappa þig, þú ert ekkert með gamlan bensín í bílskúr eða Rolls Royce eða eitthvað svona, þú ert ekkert með svoleiðis? Nei. Það er ekki þannig? Nei. Við myndum ekki ná þér þar? Nei. Gamlan Trabant eða eitthvað? Nei, en aftur á móti á ég gamla Deutz traktor. Já. Já, 66 módelið sem var gerður upp fyrir 10 ára síðan, sem er bara fyrir sögumústa. Hann er antík bílinn minn. En mér langar einhvern tímann að hugsanlega, og ég er með augun opin fyrir einhverjum svona Toyota antík bíl. Ég er bara ekki alveg svona búinn að ákveða hvaða Toyota antík bíl mér langar í. En mér langar eiginlega ekki í neitt annað en Toyota antík bíl. Ég veit ekki alveg hvað það er. Þú með einhverja tegund í huga eða? Já og nei. Það er svona Land Cruiser heillar alltaf þessi gamli. Já. En svo líka Hiluxinn. Boddið þarna kringum 80. Og orginal svolítið bíl í einhverju hlöðaukstaðar sveit, ég var til í það. Já. Ef ykkur hlustar á þetta, horfir á þetta og veit eitthvað svona ljóst rappaðan helst. Á gráum stálfelgum eins og það voru. Nei. Er það hérna nokkuð? Nei. Nei, maður þarf að hafa, ég er ekki mjög handlaginn sjálfur sko, ég verð að viðurkenna það. Þannig að ef maður fær einhvern bíl sem er óuppgerður, þá þyrfti maður eiginlega að vinna eitthvað í sjálfur. Ég er ekki alveg þar sko. Þyrfti bara að fá bíl þá sem er bara tilbúinn, sem einhver er búinn að gera upp fyrir mig. Þeir eru ekkert á sölu held ég. Þannig Hannaballinn minn. Já. Erum við komin á Reykjanes? Já, það er hérna. Þetta er okkur líka. Rafmagn í rúðum og svona, þetta er bara orðið standard í öllum bílum. Já. Hitt í sætum og skjár og bakkmyndavél, þetta eru svaka lúxus. Já, og Íslandskorti. Já. Ég held að þú fáir bara ekki bíl án rafmagns í rúðum í dag. Þú myndir bara leita. Það? Já, svo er komið í þetta eins og með þennan bíl hérna. Hann er komið með e-call. Ef ég íti hérna þá hringir það beint á neyðarlínuna. Og neyðarlínan veit alltaf hvar hann er staðsettur bílinn. Og ef hann lendir í hörðum árekstri eða veltur eða eitthvað. Og hérna þá hringir bílinn sjálfkrafa í neyðarlínuna. Og ef þú svarar ekki, skilurðu, ef þú rótast eða eitthvað, þú svarar ekki, þá senda þér sjúkrabíl og vita nákvæmlega hvar það er. Það komið bara staðarbúnaðar í rafjóra. Já. Og þetta er að koma í alla bíla. Ég var svo ljónheppinn að fá þessa lóð 1997 og húsið var reist hérna það ár og við opnuðum hérna eins og ég sagði fyrir viðtalinu 5. janúar 98 og staðsetning gæti ekki verið betri, það er ekki spurning um það. Og eru þið með svona alhliða bíla þjónustu? Já, við erum með hérna við hliðina á okkur er fullkomið Toyota þjónustu verkstæði og Lexus, þannig að við þjónustum Toyota bíla og Lexus bíla og reyndar sjáum við viðgerðir á mörgum öðrum tegundum. Ég er með mjög fagmenn hérna hinum enn í því öllu saman. Og síðan er ég með bónstu hérna í endanum á húsinu, þannig að við þrífum náttúrulega aðalega okkar bíla en við eigum það til að þrífa einn fyrir Pétur og Pál og sérstaklega þá sem er kannski að koma með bílana sína til sölu. Þannig að jú, við erum með þjónustuverkstæðið og bónstöðuna og svo náttúrulega söludeildina hér. Já. Þannig að þú ert bara bjartsýnn á framhaldi? Já, það þýðir ekkert annað. Við erum með þetta vörumerki, alsæll með það, þannig að það er ekkert annað en bjartsýnn í mínum huga. Það er bara þannig. Það fer fram ansi merkilegt starf í þekkingarsetri Suðurnesja í Sandgerði. Við kíktum aðeins inn og ræddum við forstöðukonuna Hönnu Maríu. Þekkingarsetrið er sjálfseignarstofnun sem var sett á laggirnar í apríl 2012. Það var stofnað af öllum sveitarfélögunum á Suðurnesjum, Keili, Náttúrustofu Suðvesturlands og Rannsóknasetri Háskóla Íslands á Suðurnesjum. Náttúrustofan og Rannsóknasetur HÍ eru stoðstofnanir setursins og okkar rannsóknastarf byggist á því sem þær eru að gera og við erum svona, stoðstofnun í þessu. Sérsviðin okkar eru sjávarlíffræði, eiturefnavistfræði og fuglafræði
og við erum fyrst og fremst rannsóknarstofnun á svæðinu í þessum greinum. Við höfum líka mikla tengingu við háskólanám, háskólanema, menntastofnanir og ýmis fyrirtæki á svæðinu. Við erum aðilar að Reykjanes jarðvangnum, til dæmis Reykjanes Geopark og fleiri slíkum aðilum. Við erum hluti af stóru evrósku neti rannsóknarstöðva sem heitir Interact. Þar eru tæplega 90 rannsóknarstöðvar allstaðar að úr Evrópu, Norður-Ameríku sem að vinna saman og tengjast í gegnum Evrópu styrkt verkefni. Þannig að starfsemin er mjög fjölbreytt og heilmikil, fagleg og flott. Þekkingarsetrið hefur einnig önnur hlutverk sem að beinist þá að gestum sem koma í heimsókn og einmitt í dag er hópur frá Listaháskóla Íslands og alþjóðlegur hópur líka. Getur sagt okkur frá þessum hlutverkum þekkingarsetrisins, einnig þetta þegar skólarnir eru að koma í heimsókningað og með kennurum sínum. Getur aðeins frætt okkur um þetta hlutverk? Sko sérstæða þekkingarsetrisins er rannsóknaraðstaðan okkar og staðsetningin okkar. Við erum með þetta alveg hérna niður við sjó, við erum með borhólur fyrir utan húsið, við dælum tandurhreinum sjó beint inn í hús sem hendar einstaklega vel til rannsókna á til dæmis sjúkdómum í fiski og bara rannsóknum innan eiturefnavistfræðinnar. Þannig að þetta er eitthvað sem heillar erlenda vísindamenn og þetta er einstakt á heimsmælikvarða. Þannig að við fáum reglulega til okkar vísindamenn sem eru hérna kannski í 2 til 6 vikur eitthvað svoleiðis og búa þá hérna hjá okkur. Við erum með aðstöðu, við erum með gistiaðstöðu sem er í boði fyrir vísindamenn og fyrir háskólahópa sem koma til okkar og er að vinna á svæðinu. Að auki að þá er þessi skólahópur hjá okkur, það eru 14 nemar búin að vera hérna í viku. Þetta eru tónlistanemar á meistarastigi, skilst mér, og þeir eru að sinna sínu hérna í húsinu og bara á fleiri stöðum í sveitafélaginu sem er mjög skemmtilegt. Við fáum síðan á hverju ári, flesta að vori, svona 1200 nema til okkar í heimsókn. Bæði mest grunnskólanema en líka elstu bekki úr leikskólanum, útskriftarhópun og leikskólanum og svona einstaka framhaldsskólahóp. Hvernig er búið að vera að koma hingað í Sandgerði, Suðurnesjabæ og taka þátt í þessu verkefni með fólki frá alls konar löndum? Það búið að vera mjög gaman. Ég reyndar sko að því ég bý sjálf svo nálægt, þá hef ég bara verið að keyra á milli, að því ég bý í Keflavík og að því það eru bara takmörkuð pláss hérna, takmörkuð rúmpláss. Þannig að ég hef bara verið að keyra á milli, þannig ég er ekki búin að vera alveg eins mikið í þessari stemmingu sem ég er búin að vera hérna. En ég hef gert svona kúrs áður í rauninni í Hollandi, þannig ég veit alveg hvernig stemming myndast og ég get sagt að þetta er búið að vera mjög gaman og þetta á eftir að vera mjög gaman þangað til við förum sko. Og hérna myndast svona ákveðin heimavistastemming og allir einhvern veginn þurfa bara að læra að vera vinir sama hvað, ekki það ég held að hafa ekki verið neitt vandamál sko. Og hérna, já, þetta er kallaður intensive course af ástæði því við erum bara hér, við erum ekki að gera neitt annað og bara öll einbindingin fer í þetta að reyna að koma saman, finna einhvern svona milliveg og skapa og já, gera tónlist. Og hvernig er búið að vera hérna? Að vera hér í Sandgerði, niður sjóinn og vera með öllu þessu fólki, hvernig er stemmingin búin að vera? Herðu, hún er búin að vera ótrúlega skemmtileg og þetta er bara komið mér alveg ótrúlega mikið á óvart. Man þekkir Sandgerði en ég er að kynnast Sandgerði á allt annan hátt og í gegnum þessa krakka sem hafa aldrei komið í þorp sem eru á stærð við Sandgerði og finnst bara magnað að hér sé svona mikið líf og fjör. Er mikið Íslendingum í hópnum? Getur þið sagt okkur hvað er þetta stór hópur og er eitthvað Íslendingum eða segð okkur aðeins frá hérna svona hverjir eru þarna? Já, við erum 3 íslenskar og síðan við erum 15 í heildina og svo pluss kennarar og hér er fólk frá Bretlandi, Mexíkó, Hollandi,
Íran, þannig að við erum alþjóðlegur hópur. Og hvernig gengur, það að skapa eitthvað saman, það að spila saman, hvernig fer vinnan fram? Já, við byrjum á því að setja upp svona hugarkort, hvað okkur langaði að gera og dróum svolítið hópa út frá því. Svo við erum með svona singer-songwriter hóp og síðan hópur sem ætlar að flytja tónverk í Vitanum á morgun. Þannig að þetta svona, við erum 3 eða 4 hópar sem hafa verið að skapa saman og síðan höfum við líka verið bara öll saman og munum enda á einu þannig verki. Skiptir svona vika máli fyrir svona tónlistafólk eins og ykkur? Já, það held ég. Í fyrra þá byrjaði önnun á þessu, byrjaði mastersnámi hjá mér á því að fara út í viku og vera í svona intensive kurs með alls konar fólki frá alls konar stöðum og þá var þetta ennþá stærra, það kom líka fólk frá Austurríki og frá Svíþjóð og þetta bara svona opnaði mig algjörlega fyrir þessu námi og ég fór inn í þetta nám og inn í þá önn bara með svona brjálaða víðáttu einhvern veginn fyrir augunum og það var bara mér allir vegir færir og þetta bara ótrúlega magnað, ótrúlega mögnuð upplifun og gefur manni margt. Við þökkum fyrir áhorfið, viljum við minna á aðra miðla Víkurfrétta. Við erum með vikulegt blað með fjölbreyttu efni, splunkun í efni í hverju blaði. Við erum líka sterk á vefnum, nýjar fréttir á hverjum degi á vaff.is og þá erum við með efni fyrir kylfingana á kylfingur.is. Við viljum að lokum minna á haustdaga á Suðurnesjum. Verslanir og veitingastæðir á Suðurnesjum eru með sérstök hausttilboð og það margt þar í boði. Hvetjum ykkur til þess að kíkja á það. En þennan þátt og eldri þætti getið séð á hringbraut.is og á Víkurfrétta vefnum. Þykjum ábendingar gott efni í þættina og á okkar miðla. Þökkum fyrir að sinni, sjáum síðar. Halda áfram á rúndinum.